Ja, hvernig finnst ykkur svo sýningin? Mér finnst þetta alveg rosalega skemmtileg sýning, sko. Já, mér finnst þetta mjög skemmtileg. Hulli var að segja að hann mann eftir þessu í útvarpinu, Hótel Hálsakinn. Ég hlustaði á þetta útvarpsþáttunum Heimsendi fyrir svona, ég held að það hafi verið 15-20 árum. Tók þetta upp á svona segulbaldsnældur og geymdi upp í skáp. Þá til að bróðir minn tók upp Rolling Stones mixtape yfir það. Hún fín, mér finnst þú mjög skemmtileg. Hvað segir þú, Jóna, með? Jú, meistarlega, mjög góð. Þið að skemmt ykkur vel? Mér skemmt okkur mjög vel. Mér finnst hún bara eins og lífið, svolítið. Svona, mér finnst þetta eins og að hlusta á mjög mörg samtöl sem ég hef heyrt í gegnum tíðina. Mér finnst hún mjög fyndin. Ég er búin að hlæja mjög mikið. Mér finnst mjög gaman að fá það tækifæri að gæja staðins inn í hausinn á Jón Ignar. Það er virkilega skemmtilegu staður. Ég er að skemmta mig mjög vel. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Þetta er svolítið öðruvísi. Já, en samt svona, þetta er samt svolítið grískur harmleikur, þú veist. Ég bara tek hattinn ofan, ef við verðum með hatt, fyrir Jóni og Benna og öllum sem að þessu koma. Þetta er svona sýning sem er sko, bæði hvort ekki senn krefjandi og algjörlega frábær skemmtun. Það er gaman að fá að skyggnast inn í hugarheim Jóns Gnarrs. Já, en það kemur líka ljós að hann kann að skyggnast inn í okkar hugarheim og hérna sýna okkur eitthvað spegil sem er svona ekkert allt og þægilegt að reka augun í en samt virkilega hollt. Þetta er húmor að mínu skapi. Ég náttúrulega er mikill aðdáandi Jóns Gnarr og finnst þarna þetta að vera vel gert frá hendi Benna og leikarana. Þetta er allt fólk sem að ég veit að hefur unun að sínu starfi og leggur allt í þetta. Þarna er verið að fjalla stór mál og kunnuleg mál á mjög skemmtilegan og svona frumlegan hátt. Já, ég myndi segja að það verið svona tjekkovskar stemningar meira að segja í þessu, sko. Þarna er verið að fjalla lífið og dauðann og til hvers við erum að þessu og hvernig við erum að koma fram við hvort annað á forsendum borgarstjórans.